að því menn hafa einhverja skoðanir það hvort að það megi fara að gefa einhver lyf fyrir 10 ára krakka sem heldur að hann sé strák sem heldur að hann sé stúlka eða einhverja aðrir ákvaða það að hann sé stúlka eða eitthvað. Menn geta haft einhverja skoðanir þessu sko. Nei, þá það algjörlega sko frálegt að hafa einhverja mismunandi skoðanir á því. En hvað finnst þér það? Hvað finnst þér að fara í hormónaaðgerðir á 10 ára krökkum? Það ég á hóteli með öryrkjanum, ég á hótelinu með innflytjendunum, ég á hótelinu með heilsalanum og ég á hótelinu með stórkaupmennum sko. Allir á sama hóteli sko. Varaþingmaður vill á listi við þá sem fór á tónleika hjá Ingo. Þú ert komin alveg sko, ég veit ekki hvert. En þetta fólki sem að berja sér í mannréttum á tjáningafrelsi. Ef það verður bakslag í þessu, þá það örugglega vegna þeirra sjálfra. Málflutnings þeirra sjálfur. Hverju öllu sem kynja stríði? Hvaða hópur það? Þetta bara þetta gamli sósíalista þetta þessi stjættastríð hvarf. Þeir myndu að reyna að rífa upp stjættastríðið aftur núna. Sko. Og þetta með þetta Madame Butterfly bara sama toga. Það eru svona einhverju alltaf einhverju misboði. Við frelsið bara yfir höfuð. Að þú getur bara að tjá þig og farið í hvaða búning sem þú vilt sko. Ég heldur einhver í Sandokkunum 78 heldur einhver í No Borders, heldur einhver í Feministafélaginu, heldur einhver í þessu félagum kjóst til hægri. Nei, við eigum að gagnrýna, við eigum að efast. Ekki það að mann hafa alltaf rétt fyrir sér. Ég ekki að halda því fram, ekki frekar en aðrir. Þetta fólki sem best fyrir sko jafnrétti, mannréttindi, tjáningafrelsinu. Sko þetta svo mikið bíó og þetta svo mikið öfumæli og þetta svo galið fólk í mínum huga og menn ekki ennþá búin að ná sér að því þó að sagan kannski og kannski reynslan segja okkur þetta var kannski bara fullátt gengið og óþarlega látt gengið. Breytir engu. Fólk ennþá alveg fokkssýlt sko. Þessi pólitík rekin fyrir opið fé. Við erum hér að borga í pólitísk aktivistafélög fullt af peningum frá skattgreiðendum. Góðan daginn og velkomin í hlaðvarpið. Pælingi heiti Þórarinn Hjartarson og komin til mín Brynjar Níelsson. Brynjar, kærlega velkomin. Takk fyrir, komin einu sinni enn. En eina ferðina. Hvað segirðu gott? Ég bara nokkuð brattur. Ekki? Jú. Mikið að gera? Mikið að gera, mikið læti. Já. Hvað að helsta sem að gerast í þínu ráðuneyti núna? Það búið að vera margt að gerast. Við vorum að klára útlendingafrumvarpið í gær loksins á þinginu. Og svo erum við búin að vera að reyna að samvinna sýslumenn og dómstólana og við ætlum að leggja nýtt frumvarp vopnalög eftir helgi og við erum að smíða líka rýmka dvalarleyfi útlendinga og það margt hjá okkur á döfinni. Rýmka dvalarleyfi, var ekki hugmyndin að minnka það? Nei. Hvað þetta frumvarp? Svo byrjum bara þar. Frumvarpið var rýmka það að það getur komið hér fleiri heldur en bara innan EES-svæðisins. Já. Til atvinnu, sem hafa fengið þá atvinnu. En við erum ekki að útlendingafrumvarpið snýrst bara það að þeir sem uppfylla skilyrði vernd fá vernd hinnir ekki sko. Og við séum ekki áfram bara á framfæri almennings. Þannig að þeir að reyna að fá hvítt millistéttan fólk í staðin fyrir svona Nei, bara við getum fengið fína kínveru Indverja og hvaðan æfa sko. Okay. En það sem verið að rýmka það með það sem í dag. Sérfræðingar hvers konar og við höfum reynt þetta áður sko en svona verkalýðshreyfingin alltaf verið á móti. Akkurat. Svo við byrjum á útlendingafrumvarpinu sjálfu sem að þið voru að setja í gegn. Núna segir Arndís Anna að þetta muni koma til með að skerða mannréttindi fólks, bara sjálfsögð mannréttindi sem að leita hérna vernd. Hverju myndirðu svara því? Það er bara svo fráleitt að hálfa væri nóg sko. Það er ekki mannréttindi fólk sem ekki íslenski ríkisborgarar að fá hér vernd og uppfylla ekki skilyrðin. Til þess að teljast sko flóttamaður í skilningi flóttamannssamsins. Ég meina þetta er bara eitthvað það hefur ekki með mannréttindi að gera. Þá ertu bara að segja það að allur heimur getur komið hingað og fengið almannatryggingar, húsnæði og allt á kostnað skattgreiðenda. Það er auðvitað ekki þannig. Það hefur ekki með mannréttindi að gera. Við erum hins vegar aðilar á þessu flóttamannasamningi og við þurfum að uppfylla skilyrði þar eins og allar aðrar þjóðir og taka okkar skerf í því og það er það sem við erum að reyna að gera og geta uppfyllt það. Við getum ekki uppfyllt það ef allir geta komið hingað og vera framfæri okkar. Nei. Á svo uppfylla skilyrðin. Þetta er sko einfalt. Þetta er ekki með mannréttindi að gera.
sjálfstæði þjóðarinnar bara þannig, við ráðum þessu hvað þarf til að vera hér að ganga inn í almannatryggingakerfið og framfærslu á vegum ríkisins. Já. Þannig að þetta bara eitthvað dellu umræða sko, sem menn búin að þvæla. Upphæðu sögðu þeir nú Píratarnir að þetta frumvarp breytir og einhver til þess að það væri sko. Nú er þetta allt í orðið eitthvað hræðilegt frumvarp sko. Þannig að þú sér bara hvernig umræðan er. Það var enda reitt sem ég fannst frekar svona áhugavert í málflutningnum var að þetta breyti engu en væri samt hræðilegt. Þannig að þú þarf svolítið að velja þar á milli. Já, það segir manni bara hvurslags ruglir í gangi sko í umræðinni. En þetta bara þetta svona og þetta bara einhver fólk sem alltaf bara að geta hagsmunna annað heldur en umbjóðanda sinna sem íslenskir kjósendur og ríkisborgarar. Já, ég ætla reyndar ekki að fara Nei, það marg búið að ræða þetta saman ég meina við heldum sér þáttum þetta ákvæðlega síðast þannig að fólk hefur áhuga að kynna sér þetta og líka vopnalega brotin vopnalega lögin rafvopn reglugerð þá ræddum við það síðast þannig að ég ætla ekki að fara þetta er allt til þetta er allt skjalfest sko ég sendi nú bara skeit, ég ætlaði ekkert að fá þig þátt þegar ég sendi á þig en svo ákvað ég bara það geti kannski verið áhugavert út af því að það eru svolítið vendingar í þeim efnum sko, sem að við vorum kannski að ræða svona helst fyrst sem voru svona forræðishyggja á Íslandi og það hefur að gera með COVID-19 og ég sendi á þig grein þar sem að var rauninni staðfest þar sem við vorum að ræða mjög snemma árið 2020 að það sko geðheilsa barna er á mjög slæmum stað var á slæmum stað fyrir en náttúrulega komið núna í stórkostlega vondaþróun og við erum að sjá aukin vopnaburð ungs fólks, við erum að sjá augljóslega félagslega hnekki sem að ég held að mikil innivera hafi valdið af hálfu úlinga eða það sem úlingar hafa upplifað sko þú hefur örugglega verið að horfa á þættina Stormur. Ég reyndi það eins ég gekk nú illa sko. Já, þú ert allavega kallaður hálfviti af aðstandanda mannesku sem var nýbúið að missa foreldri í þeim þætti. Og ég hugsaði með mér. Sko, þetta er skrítin sena sko, þar sem að þú og Sigríður Andersen eru bara að segja, ég hef bara ekkert viss að þetta sé það rétta og að þetta. Og það er svona ég ætla ekki að fullera það, mér fannst þessi svo að vera drungaleg tónlist og svo svona sorgartónlist undir hann að vera svona að reyna að vekja ákveðna tilfinningar, þetta eru mjög fínir þættir, ég ætla ekki að draga því en það sem er verið að sko birta sko fólk sem að efast sem einhver svona villains og einhver svona slæma karaktera í sögunni þetta er þekkt sko. Já, þetta er bara, en ég minna en sko, ég myndi alveg skilja að það væri Stalin og Hitler sem að fara vilja umbylta samfélaginu að einhverjum að þeirra svona hugmyndum en bara það að fólk sem er bara ég er ekki viss að það sé orðni slæmu karakterinu í sögunni, það er mjög einkennilegt. Já, ég sagði bara auðvitað á sínum tíma að ég ætlaði bara að leyfa mér að efast það eða allavega að spyrja gagnrýna spurninguna hvort svona víðtækar frelsissviptingar og sérstaklega varðandi börnin væri nauðsynleg, hvaða vísindalegu rök væri á baki eða er þetta bara taugaviklun eða hvað er þetta sko menn gátu aldrei svara því og bara þeir sem svona einhvern veginn voru með einhverjar gagnrýni eða efasemdir þeir urðu allt í einu bara einhvern veginn að vondu fólki sem væri bara saman fólk dræpist í unnvörpum þetta er auðvitað alveg ótrúlegt að það skulle gerast í svona upplýstu samfélagi og þá maður missi alltaf einhvern veginn trúna á allt saman þegar menn bregða svona við og hvað fólk er alltaf sjálfmiðað og getur alltaf bent í að það bara dó einhver og þá bara má allt þetta er ekki svona og ég velti bara fyrir mér getur þessar frelsissviptingar og þessar sóttuna aðgerðir skapa hugsalega meira tjón til lengri tíma litið heldur en það að einhver gæti dáið úr COVID sko. Og það bara verða alveg ofsa fengi viðbrögð og menn er ekki ennþá búin að ná sér að því þó að sagan kannski og kannski reynslan segja okkur þetta var kannski bara fullátt gengið og óþarlega látt gengið breytir engu, fólk er ennþá alveg foxílt sko
og fannst sko frelsisviptingar bara ekkert mál. Það bara heilmikið mál að setja börn og ungmenni í einangrun og líka fullorðna marga. Þó þeir hafi einhvern síma sko, þó þeir hafi sjónvarp. Já, þess þá heldur sko, neða við allavega hvað sko svona símar geta haft áhrif á andlega heilsu sko. Já, en þetta bara einhvern veginn verður svona og mér fannst svona með það sem ég heyrti, sem ég sá nú ekki þetta, með þess að ég heyrti svona hvað verður óþol í þríeykjunu gagnvart þessu líka sko. Og mér finnst það nú svo að veikleikamerki. Sá ég það ekki, það þetta ekki sko, en það svona, þetta svona, mér finnst það ekki merki mikla yfirvegun og þroska sko, í raun og veru. Nei, það sem að ég sakna líka pínu í því sem ég allavega búin að sjá að sko stjórnvöld séu látin sæta einhver ábyrgð. Því að það var alltaf talað sko, og ég meina, ég hef náttúrulega komið inn á svona 100 sinnum í umræðum COVID að sko mér finnst Þórólfur vera algjör snilld og ég held að við höfum verið mjög heppin með hann í því sem að þetta var. Ég meina allur heimurinn náttúrulega sturlaði svolítið sko, en það sem að svo magnað í þessu sko hvernig einmitt sko viðmót fólks var, og þá var þetta alltaf, það eru sérfræðingar sem eru í því að sjá það hvernig þetta sé gert. Veist, ef við þurfum að laga flugvél þá það flugvirkinn að sjá það. Veist, það ekki einhverjir sofa sérfræðingar að fara að koma hérna inn eins og Brynjar Níelsson eða Þórarinn, en aftur móti þá snerist þetta miklu meira það þegar þú ert farin að tala það að þú getur lokað fólk inni. Þá ertu ekki með það bara algjörlega á forræði sérfræðinga að sjá það hvort að hvernig ég megi haga mér. Það sjálfsögðu ekki. En margir litu þannig á það ætti að vera, að því einhver vísindamaður að sérfræðingur sagði eitthvað. Þetta snýst miklu meira og að menn verða átta sig á því að þið getur ekki afgreitt fólk sem einhverja sofa sérfræðinga í þessu. Ég held að ég veit auðvitað miklu meira en það fólk sko frelsisviptingar og hvað áhrif það getur haft á fólk. Og þú getur komist að einhverju niðurstöðu. Já, ef ég loka all inni þá verður minna smitt. Það þarf ekki svona vísindamann til að segja það sko. En þetta snýst bara miklu meira. Og þess vegna þetta ábyrgð stjórnmálamanna en ekki vísindamann að taka þessu ákvarðanir. En fullt fólk bara segja, Þórólfur var bara að hafa eitthvað alræðisvald við þessu og bara við bara hlýða. Nei, við eigum að gagnrýna, við eigum að efast. Ekki það að mann hafa alltaf rétt fyrir sér. Ég er ekki að halda því fram, ekki frekar en aðrir. En það er bara eðlilegt í lýðræðislegu samfélagi að við spurning gagnrýna spurninga, þá er bara algjört óþol gagnvart því. Það er bara veikleikar sem veikleikar samfélagsins þegar það er svona útbreytt að það með ekki taka umræðina sko. Já, en svo náttúrulega, ég meina, eins og Þórólfur kom margsinni sinna, hann sagði, mitt hlutverk mér varst hann gera þetta mjög vel, mér varst hann gera það ofta mjög vel að við halda sinni inn sinu hann vissi bara, ég gef bara ráðlýðingar hvað ég tel og svo er það bara ráðherran eða stjórnmálamann að taka ákvörðun og hef ég aldrei skammast neitt út í Þórólf sko, aldrei. Nei. En það sem var sko, svo þetta var eitthvað strið og mér finnst ég svona að sjá alveg þegar ég tala við fólk í dag, þá segja þau bara við gerum þetta ekki aftur. Það bara ekki séns að ég taki þátt í þessu aftur. Nei, vitandi þetta myndum við ekki gera það sama og við gerðum. Þannig að auðvitað gerum við aldrei allt fullkomið og gerum ekki alltaf allt rétt. Hvorki ég niður Þórólfur niður Svandís eða hver sem sko. Þannig helst ég. Já. En ég menna, eins og ég segi, en það sem þetta var líka bara eitthvað svo einkennileg veröld sem við sköpum fyrir sjálf okkur. Þannig að það eitt atriði sko þar sem að ég held að ég man ekki alveg, ég held að sé sko, ég hlustaði að stórum part á þessa þætti bara þegar ég var í bílnum með eitthvað þess að það var bara með Bluetoothinu. Það sem var svo sérstætt í þessu, það var sko ein sena þar sem að heilbrigðisstarfsfólk held ég eða einhverja aðrir eru svo sagt í Borgartúni eða eitthvað og eru sko að skammast út í fólk herðu það er einhver þannig að ég tel allavega 13, það með bara vera 10 og þau eru þannig með partí, þannig að rétt fyrir jól og þau eru að breyta af og ömmu. Ég verður að hringja lögregluna og þau hringja lögreglan mætir og sér þannig að þvert yfir götuna sko þannig partí og fara og uppræta það og ég hugsa með mér þetta er bara einhver svona skáldskaparsögum
það sem að vera sko siga lögregluna á fólk fyrir að hittast og ég meina kannski var það rétt að við hefum átt að vera að halda það mikið í smitt en svona viðmót almennara borgara til hvers annars varð svo tortryggið og það svona hvað ég að segja, það fór allir svona efast bæði frelsi fólks, það var náttúrulega bara út fyrir bí en líka gagvart sko bara einhverjum heiðarleika og við fórum einhvern veginn svona að keppast það að reyna að finna þessi teiti þar sem fólk var að brjóta reglurnar býtu nú við þóttu að vera með sko yfir nefið gríman að vera yfir nefið mátti ekki vera með hann svona ég hef miklar áhyggjur að þetta sé bara lifir svolítið ennþá í okkur sko. Ég meina, okkur heldur þú að Stasi hafi lifað allan tíma Austur-Þýskalands góðu lífi það gerist ekki án borgarana sko þeir eru þáttakandur alltaf sko á hverjum tíma það þarf ósvalega mikið að snúa svona við og þetta er alltaf bara þetta hrundi þessi kommunismi allur innanfrá þetta bara þegar tæknin var hann svona mikil í heiminum þá var þetta alveg gagnslaust að loka landinu það var ekki hægt þá hrynur þetta bara Já, þetta er einmitt í 1984 þá var maður sem heitir Parsons sem að hittir þess að Winston sem er aðalmanneskjan í klefanum sínum og þar er hann sem satt inni fyrir það að börnin hans ég man nú ekki hvert hann veit ekki eins og sjálfur hvað glæbrun er þannig en hann reykir sér af því að börnin hafi séð að hann var að hafa einhverja refasemdir flokkin og hann var ánægður að vera komin inn í fangaklefa en samt auðvitað leiður yfir því að hafa brotið gegn flokknum en það var slík ofsatrú að hann var sko að reykja sér af því að börnin hans fyrstulega að börnin hans hafi sko snúist gegn honum fyrir hönd flokksins þannig að þetta ég veit alveg að fólk vill ekki hugsa til 1984 þessu samhengi en það var rosalega mikið í þessu ég vil ekki gagnrýna Þórólf það var samt gagnrýna fyrir eitt og það er það þegar það var allir að sóttvarna hótel var brot gegn stjórnarskrá að það var bara að breyta stjórnarskráni og þá voru hlaupin að því að fara að hugsa að breyta stjórnarskrá út af því að það er runni ekki nákvæmlega stóðum undir það sem við vildum gera á þeim tíma En ertu ekki bara að lýsa saman það ef menn höfðu efasemdir gagnvart þríeykinu? Það er að segja já. Jú, en sko, það er samt eitt í þessu og ég talaði nokkuð við Þórólf og það sem að ég komst að, það var meira sko að það voru, borgararnir voru jafnvel með sko hugmyndir umfram það sem að þau sjálf höfðu sjálf sig langt umfram Já, þannig í rauninni var þessi ofsatrú eitthvað sem að þau voru ekkit endilega að biðja Nei. En við einhvern veginn hoppuðum á vagnin og það er kannski það sem er svona mínum að mest skeri við þetta er að það er engin slæm manneskja, við getum ekki bent á oftast þegar við erum með svona Disney hugmyndir heiminn, það er alltaf svona ein vond manneskja sem er bara pure, bara hrein ílska bara hrein ílska sem er auðvelt að benda til við viljum uppræta þennan einstakling og við viljum að prinsinn kissi prinsessuna í lokin og bara ánægja efer eftir, en þetta var meira svona einhver já, ég vil meina að þetta hafi tikkað inn á ákveðin svona mennskan þá mennsku kvilla sem við búum alltaf við eins og þú hefur sagt að fasistinn býr alltaf inn í okkur og hafið svolítið kveikt á hann Já, bara þegar aðstæðunar í samfélaginu hverjum tíma geta kveikt á svona sko Þetta getur gerst svona eins og gerist að miklu leyti eftir bankahrunið, gerist í COVID, einhver svona aðstæðu skapast. Þá blossar þetta saman upp og þetta er bara ekki nýtt og allt þekkt í sögunni en þess vegna reynir svo uppáslá samfélagið þegar eitthvað á móti blæs. Hvað er raunverulega öflugt, frjálst lýðræðisríki og réttaríki. En þegar eitthvað bjátar á þá er mönnum nákvæmlega saman þetta réttaríki skiptir það bara einhver máli það er bara eigi réttlæti sem á að hafa að ráða þannig að það er eins og þetta sé bara eigi bara við þegar allt er í lagi en þetta á mest við þegar hlutin er ekki í lagi og einhver erfiðleika stæði að Já, ég held að það sé mest sko
þessi svona valkvæða hugmyndum frelsi sé eitthvað sem að við, og þetta fór náttúrulega að snúast sko að fólk voru að segja frelsi hvers, skilur þú mátt haga þér eins og þú vilt svo lengi sem það skaðar ekki aðra. Og þegar við erum með gamalt fólk sem er líklegra til þess að láta lífið út af veirunni, að þá getum við ekki verið að leyfa fólki að haga sér eins og það vill. Það var svona þeirra hugmynd það frelsi, en mér finnst þetta að vera skökk ímynd af frelsi á að snúast það að þú hafi frelsi til þess að gera það sem að þú vilt. Svo er hitt bara einhver annar vinkill, og auðvitað skerðum við frelsi að einhverju leyti, við skerðum frelsi fólks til þess að beita annað fólk á beldi og fleiri þess að þar. En við þurfum samt að hugsa frelsi sem frelsi. Og það er strax og við förum að fara í einhverja svona hugmyndir að því svona, já, nei, sko, frelsi það sem ég langar að frelsi sé í dag er þetta hérna. Þannig að það er það sem við köllum frelsi núna. Það er bara skökk mynd. Já, en sko ef við fer aftur inn í þetta COVID-tíðabil sko frelsi sko menn voru tilbúin að þegar umræðan var það að aðri gætu smitast, þá sagði ég, heyrðu, það getur hver sem eitt farið sína sóttkví sko. En það, og þú bara ábyrgð á því. Já. En hins vegar á móti kemur, auðvitað eru ákveðnir almannahagsmunir sem getur réttlætt einhverja svona frelsisskerðingar einhverjar. Það er eins og það að heilbrigðiskerfið muni gera það við það, og þetta muni þá valda öðrum tjóni sem kannski varðar ekkit COVID í sjálfu sér. Þannig að maður getur skilað út frá einhver svona sjónarmiðum, eitthvað tíðanbundið, en þú verður alltaf að fara varlega og alltaf að hugsa, er ég ganga lengra en þar? Á ég ekki frekar að búa til einhver ný unit til að taka við fleirum sem hugsalega smittast? Heldur að segja bara, já, spítalinn er svona, hann þolir ekki meira, allir í sóttkví, allir í frelsisskerðingu. Hvernig nálgast þetta vandamál, sko? Og ég segi bara alltaf aðalatrið það að skerði ekki frelsið meira en nauðsynlegt er einhver önnur úrræði. En vissulega geta verið uppi þær aðstæður að rétt sé að skerði eitthvað frelsið. Ég útiloka það aldrei og hef aldrei gert það. En ég bara segi, ég held að menn hafa bara farið hugsanlega of langt, verið of værukærir, eða ekki værukærir, heldur bara gengið of langt og á þess að hafa nægan grunn til þess að réttlæta slíkt. Svo geta menn verið bara að vera skoðun. Já, nei, ég meina, ég dreg það ályktun að efnahagsmálin séu í ólestri út af því hvernig við högum rekstri ríkisins í COVID. Ég fer ekkert ofan af því og ég meina kannski var það bara nauðsynlegt og ég bara held ekki og þannig nú það. Já. Hérna annað. Já. Fórstu á tónleika Ingo Veðuguðs? Nei, ég bara átti ekki heima gegn til það. Nei. Það bauð mér enginn. Það bauð þér enginn? Nei. Hérna, sko, út af því að mér langar að tala með það í samhengi við óperuna. Og nú erum við báðir doktorar í listarsögu frá Listaháskóla Íslands. Og við veitum nú eitt og annað þessa japansku óperu og núna hefur það komist svona í degluna að þetta hafi verið menningarnám þar sem að fólk í rauninni málaði sig í sko yellowface sem er bara de facto blackface og það urðu margir sárir þar á meðal þú yfir því að það væri verið að mála sig fyrir listasýningu á hvað ég að segja á svona álistuðan máta. Það var frekar ógeðfellt allt. Hvað finnst þér þetta mál? Finnst þér að óperan hafi tæklað þetta rétt? Sko, ég skil ekki þessa vitleysu. Sko, leikrit er leikrit, sko.